Góðan dag, Gummi heiti ég er söðlasmiðmeistari og rek Baldvin og Þorvald á Selfossi. Við erum stödd hérna á verkstæðinu. Hér erum við búin að starfa og vera hér í tæp 30 ár. Mig langar að benda ykkur á nokkur öryggisatriði fyrir þau atriði sem koma oftast í viðgerð hjá okkur. Sumt af þessu getum við hugsað og yfirfarið í reiðtjörnum okkar, en þetta er sem sagt verkefni sem við erum að vinna hérna í samstarfi við öryggisnefnd LH og þetta er bara mér mjög hugleikið að leiðbeina ykkur aðeins með þetta. Við ætlum að tala hnakkvirki, hringamjöl, taum og taumlása og síðan ístöð. Og þarna eru atriði sem þið getið einfaldlega yfirfarið sjálf með engum kostnaði leið og þið þrífið og sjáið og skoðið reiðtíðin ykkar. Ístöðin eru heilmikil atriði og stórt öryggisatriði þegar við erum á hestbaki að þau geta brotnað og það gerist einna helst þegar við erum að ríða í gegnum hlið eða eitthvað eða það sem eru járnstaurar að við kannski sláum og við finnum ekkert mikið fyrir því að ístæði fer utan í staur og þá kemur í það sprunga og það getur endað svona. Þetta getur gerst og þess vegna bið ég ykkur það þegar þið berið á hnakkana ykkar og annað rífið til sundur að fylgjast vel með því hvort þið sjáið sprungur í ístöðunum. Svo getur þetta gert annað, svo bara klikkar einfallega suða eins og gerist hér. En svo kemur það hérna beið viðkomandi aðili óþarflega lengi eftir því að skiptum ístöð og það auga var einfallega bara búið sem var þess valdandi að viðkomandi datt að baki og það viljum við ekki. Þannig að ég bið ykkur það að fylgjast vel með þessu því þetta er stórt öryggistæki þeir eru á baki og stíið í ístöðin að þið fáið stuðning úr þeim. Sumir enda svona, sumir taumar, að það er leður hérna á endanum og með tímanum þá slitna leðrið vegna þess að fólk ber ekki á þetta og hugsar ekki þetta. Þess vegna ráði ekki ykkur, þegar þið sjáið reiðtíðin ykkar og berið á þau og annað, að fara yfir leðrið á endanum. Og svo líka taumlásana. Þeir eru hérna og þegar þeir eru orðnir svona, slitnir og annað, þá enda þeir svona. Og það er ekkert gaman að vera á fullri ferð á hesti og taumurinn fer svona eða taumlásin. Þannig ég bið ykkur að athuga þetta eins og margt annað þegar þið yfirfarið reiðtíðin að skoða þessa hluti vandlega. Og þegar þetta er orðið ónýtt þá borgar sig að henda þessu. Það er bara þannig. Nú langar maður að sýna ykkur virki og ístasóluupphengjur. Og margir halda það að þetta brotni bara ef að hestur stingur sér eða prjónar yfir sig eða eitthvað. En algengasta er þegar þetta brotnar svona. Og þetta gerist yfirleitt þegar þið eru með ístöðin hangandi á hnökkunum og eru að fara í gegnum hlið, hurðargöt eða bara einfaldlega út úr stíu. Að ístæðið húkkast í, hesturinn stekkur til hliðar og brýtur ístasóluupphengjuna. Síðan eru þið alveg undrandi þegar þið fara að ríða út að ístaðsólinn tollir svo illa á. Og það er vegna þess að þetta er orðið brotið og vísar orðið niður sem er algjörlega stórhættulegt. Þetta mél kom hérna inn á beisli sem var í viðgerð og það er orðið flugbeitt, getur klipið og jafnvel bara klippt bita úr. Og svo eru líka hérna möndlurnar, þær eru mjög hættulegar og sérstaklega eins og hérna ef það er kopar, þá slitnar koparinn mun hraðar en járnið. Þannig að ég ætla að ítreka það við ykkur gott fólk að skoða vel mélin ykkar bæði í auganu hérna og svo á möndluna. Það eru margir hnakkaframleiðendur sem framleiða svokallaða monoflap hnakka eða einblöðunga. Undantekningarlaust á þessum hnökkum er svona vasi á lafinu þar sem að móttök og annað fara í, en þetta er ekki gert fyrir ístaðsólar. Ef að ístaðsólin er stungið hérna á bakvið, þá kemst hún ekki neitt ef eitthvað gerist. Þannig að hún á alls ekki vera hér, ístaðsólin á að liggja utan á, þar sem hún getur runnið einfaldlega aftur af ístaðsóluupphengjunni ef eitthvað gerist. Það er stórt öryggisatriði. Hérna langar mig að benda ykkur á punktinn hérna aftan sem er eiginlega hættulegasti punkturinn á hnakknum. Það gerir stundum að hestur verður órólegur þegar fara á bak, hann verður stífur í reið og í versta tilfelli fer hann að hrekkja
Og það oft vegna þess að hér orðið eitthvað að og hér farið að meiða. Þetta farið að fara niður í bakið á hestinum. Þá mjög einföld regla, þumaputta-regla, að það að stinga puttunum hérna á milli, eins og ég að gera hérna. Þeir eru búin að ríða nokkra hestlengdir og ef þið finnið þrýsting, þá þarf alveg klálega að fara með hnakkin í viðgerð og annarkvort að laga dýnurnar, þrengja, stoppa í þær eða annað. Allavega takið hann af og ekki ríða í hnakknum. Hann getur einfallega verið að meiða hestin. Það góð regla, 1-2 ári að fara yfir reiðtíðin og það gott að bera á þau allavega einu sinni og helst 2. Það kjörið þegar við setjum hestan okkur í frí að yfirfara reiðtíðin og senda þau til viðgerðar ef eitthvað þarf að gera. En við hvern reiðtúr sem við förum, þá rosalega gott, það að smella lásunum, kíkja á mélin og yfirfara þessi svona basic atriði. Þannig að höfum öryggið á oddinum og pössum okkur í því sem við erum að gera. Góða skemmtun. Mér langar að lokum að benda ykkur á það að reiðtíðin okkar kosta alveg helling. Förum vel með þau, en númer 1, 2 og 3 að hafa öryggisatriðin á hreinu og vörust slys. Takk fyrir mig.